smelli og það tekur hérna og svo bara útsendingin byrjuð og fundur getur hafst. Alright, herðu, þá settur 51. fundur íbúaráðs miðborgar og Hlíða, síðasti fundur fyrir sumarfrí. Fyrst á dagskrá samantekt íbúafundar borgarstjóra í miðborg og Hlíðum. Kannski smá bara svona inngangur að þessu, þá voru haldnir þarna 2 fundir fyrst í Hlíðaskóla fyrir Hlíðarnar og síðan viku seinna ef mann rétt í spennustöðinni fyrir miðborgina. Stemmir. Við Kolbrún mættum þarna galvask í Hlíðaskóla og við Sigrún mættum í spennustöðina. Ég glemmi einhverjum sem að mætti. Hanna var líka? Hanna var líka í spennustöðinni, alveg rétt. Við höfðum vaktaskipti. Ég mætti seint þangað og þá fór hún. Akkurat. Ég var allan tíma. Þú var allan tíma. En svona opnum bara mælendaskrá þetta. Ég ætla bara að byrja smá. Mér fannst það mjög góðu fundir, báðir 2. Þau voru dálítið mismunandi, svona einhvern veginn, bæði stemmingin og samsetningin. Það var sko aðeins fjölmennari í miðborginni, en á kannski aðeins einsleitari hópur. Það var svona eldri hópur heldur í Hlíðunum, þar sem það var líka eitthvað ungu fólki og svona sko. Já, mikið ungu. Já, ég held að ég hafi verið langyngstur í miðborgarhópnum sko. Eða það voru svona nokkur sem voru á svipuðum aldri. En fundirnir fannst mér mjög góðir sko, og þetta sem sagt formatið var þannig að við byrjuðum að segja og skrifa niður hvað okkur fannst gott við hverfið og svo hvað mætti betur fara og síðan hvað borgarstjóri ætti að leggja áherslu á óháð hverfi. Þannig já, mér fannst það bara mjög gaman og dálítið í takti við einhvern veginn það sem að maður hefur heyrt frá fólki sem maður þekkir báðum hópunum. Já, áhugavert. Þið hinn segja eitthvað þetta? Ég hafði þetta gaman að það voru þarna að koma börn með foreldrum sínum. Já. Og báðum ísbúð og svona snotteri og meiri svona gleði hér og það var svolítið gaman að hafa þau með okkur. Ég hefði viljað sjá fleira fólk þarna, alveg svo í gönguferðum í Hlíðunum og þetta sem ég segi alltaf sem þetta býtur að vera svona gott færi að það tekur enginn of mikið þáttir svona af því að það sé ekki svo gott að búa þarna. En ég hefði viljað sjá fleira fólk. Já, í Hlíðunum sérstaklega sko. Í Hlíðunum. Það var fjölmennara en miðborgin. Það kom fram bara eins og við höfum rætt sko, styrkleikar, Klambartún og einhvern veginn svona nálað við miðborgina en samt smá út úr og já, svona miðlægt og svona sko. Það sem átti bæta, mér fannst eiginlega svona áberandi sko, í þessu skýi þarna náttúrulega sko nammibúð stærst en það var því að börnin sameinuðust það var þverpólitískt hjá börnum hverfið sem spila nammibúð. Mjög klókt. En það var mér fannst eiginlega svona sterkustu umræðunar þar vera eiginlega umferð sko. Það var bæði hraða og gegnvakstur og magn bara sem bara mjög í takti við það sem við höfum verið að ræða. Svo svona í miðborginni, ég held að styrkleikandi þar voru mjög fyrirsjáanlegir sko. Það var einhvern veginn mannlífið, menningin og nærþjónusta. Fannst mér eiginlega svona mest áberandi. Síðan sko hvað maður bætt og það var eiginlega ýmislegt en mér fannst ekkert vera eitthvað svona sko áberandi sko sem allir einhvern veginn nefndu en það var ýmislegt. Hvað fannst þér segja? Jú, mér fannst það mjög góð fundur og mér fannst það mjög flottur að borgarstjóri að koma og var mjög nálægur. Hann gaf sér mjög góðan tíma og mér fannst það mjög flott og ég myndi sko og verið flott að hafa fleiri svona fundir. En mér fannst það akkurat í miðborginni, ég var mjög ánægð með mætinguna. Ég segi það náttúrulega breyst en mér fannst hún bara mjög góð. En mér fannst koma þetta sem við erum að tala það var út á umferðin og bílastæðin og íbúakortin, þetta svona þetta koma það er svo margt sem fólki finnst, þannig kannski það var ekki eitthvað svona eitt, það er svo margt, en mér fannst koma allir þessi þættir sem við höfum alltaf verið að koma með fram, ég var mjög ánægð með það.
hvað segir þið sem að nú er ekki skamm ykkur sem ekki mættu, eru þið einhverju svona nær eftir að hafa skoðað þetta, svona fókus eða eitthvað slíkt? Það er raunverulega, eins og snýra mér, þá er óskaplega fátt sem kemur nóvert af því að það er bara út af þessa mynd, þá er Klambratún sem er náttúrulega okkar Central Park, þeim skilningi, og svo náttúrulega Valur félag náttúrulega með þarna sterkt inngrip eða svona aðskilur eða svona sterkar tengingar við það, þannig sjálfur sér ekkert sem var eitthvað nýtt þarna. Ég held að sé alltaf að því sama sem er eitthvað að hugsa velvilja eða hvernig sem snúm líka gott hverfina, það er umferðarhraði, það er minkur umferð sem mögulegt þetta er alltaf það sama, þannig að það er búið vikið fundir ok, er það ekki bara ágætis hrós fyrir okkur að lítið koma óvart, er það ekki góðan takti bara við okkar hverfi? Jú, segja það. Eitthvað fleira sem þið vilja koma fram undir þessum lið? Nei, þá lokum við því bara og færum okkur í lið 2 sem er sem sagt, það er skemmtilegt, Hverfistri Reykjavíkur útnefnt. Og þarna er sem sagt bréf frá Skógræktarfélagi Reykjavíkur og það kemur ekki berum orðum fram að hvort það sé óskað eftir tilnefningu frá íbúðaráðinu sem slíku eða hvort okkar hlutverk sé að kannski auglýsa þetta dálítið. Ég hef eitthvað hugsað mér að á íbúðaráðs Facebook síðunni að deila þessu á hverfishópana og eitthvað svona. En ég held að standa ekkert í vegi fyrir því að við komum með tilnefningu ef þið eru með eitthvað tré í huga. Ég það er eina, var ekki tré sem er á horninu fyrir utan Ráðhúsið, er það ekki eitthvað svona tré sem hefur unnið ykkur velun? Jú. Það var vonastræði. Já. Svona hornin í náttúrulega tréni fókir. Hérna á bílaplaninu. Suðurgötu. Já, akkurat, já. Það er heldur friðað Já. það hefur nú þegar unnið ykkur velun, Já, ég man eftir því. Svo tréði fókirleikari hjá skólafólki ægilega vel. Já, og það er sett blá ljósin á jólum. Já. Stæði. Það óskir upp á milli trjánum. Ég held að tilgangurinn með þessu sé að gera. Já, en eru það ekki á því að ég kannski bara deili þannig í þessa Facebook-hópa og ef þið eigið einhverja svona trjávinnenda vini þá kannski nefna þetta við þau og þau geta komið sínum tilnefningum af. Eitthvað fleira þetta? Mjög gott. Íbúar hvattir til að tilnefna tré, runna, trjáröð eða lundu. Ég skal bara í líka lund. Já. Trjálund. Þetta þú veist þegar það komið fram? Já, ég er svona að hugsa að það var fyndið að það væri bara eitthvað runni. Friður. Ok. Lokum þá þessum lið og Sigfús, segir þú ekki að segja Hverfistri? Nei, bærum okkur þá í lið nr. 3 sem er þjónustukönnun íbúa. Þetta var svolítið merkilegt, Mjög skemmtilegt. Og þarna er kannski bæði að finna hrós og last á okkur, svona eftir hvernig maður lítur á þetta, Þetta eru kannski óneitanlega dálítið lélegar tölur svona vitund íbúðaráðin. Á ég að fara yfir þetta með ykkur? Já, endilega. Það er mjög gaman okkur, þetta er svona einhvern veginn. Ég já, þetta er sem sagt þessi könnugerð vegna innleiðingar lýðræðisstefnu Reykjavíkurborgar og það eru mælanleg markmið þar sem að við viljum fylgjast með hvernig gengur að uppfylla. Þannig að þessi könnun er gerð til þess og hún er þarna hún er gerð í desember könnunin og það eru 2000 rúmlega svarendur í henni og svo fengum við þessa skýrslu í janúar og
höfum verið að vinna úr henni síðan. Þetta sem sagt bara svona dæmigerð þjóðgátt maskínu, þjóðhópur sem dregið með tilviljun og þjóðskrá og þetta fyrir fram á netinu og allt svoleiðis. Og þarna samantekt yfir spurningarnar sem spurt var að undanskilinni fyrstu spurningu af því hún hefur aðeins öðruvísi svarkvarða og þetta bara svona samantekt en sem sagt, fyrsta spurningin í rauninni spurning sem spurt hefur verið að tvisvar áður 2018 og 19 og svo aftur núna 23 og við vildum hafa hana með til þess að fá samanburðinn og við sjáum að það eru færri sem að telja sig hafa tekið þátt í hverju mitt, það eru fleiri sem hafa sendt ábendingu í ábendingavefinn. Það eru svona fram og tilbaka varandi samráðsferli gegnum hverfisskipulagið. Ég veit ekki hversu svona mikil þekking á bakvið þetta svar reyndar. Svo þarna með Facebook það svona aðeins eitthvað eykst og Twitter það minnkar og önnur reynsla minnkar aðeins. En svona þannig að samanlagt má segja að þeir sem hafa enga reynslu á íbúasamráði Reykjavíkurborg þeim fjölgar aðeins en ekkert svona mikið til þess að hafa ágjör af en við höfum verið að fjölga leiðum og verið að svona slípa til þessa leiðir þannig að við vildum auðvitað gjarnan sjá aukningu. En við höfum kannski verið að vinna bara mjög mikið svona grunnvinnu og sem svo hægt að byggja á og förum svo í það að kynna leiðina því það erfiðar að kynna það sem svona þarfnast lagfæringar þannig að við vildum laga og fara, svo erum við að kynna þetta í framhaldinu. Þannig að það eru, þannig að sjáu að það eru 40% svarenda sem telja sig hafa reynslu af íbúasamráði hjá borginni, hafa reynslu að taka þátt í hverju mitt. En sko það eru bara 12–16% sem kjósa í verkefninu. Þannig að fólk upplifir sig verið að taka þátt í því þá augljóslega með einhverjum öðrum hætti. Af því að þegar hún spyrð svona í félagsvísindum í könnunum og þá auðvitað ertu að spyrja fólk hvað því finnst, hvað það telur sig verið að gera. En svo eru auðvitað kosningaþátttakan sjálfur bara svona mæling af því hversu margir kussu og hversu margar hugmyndir við fengum inn og svo er þetta fólk að deila þessu á Facebook og út allt og fólk telur sig kannski þannig verið að taka þátt og hvort að við eigum að líta á það sem þáttöku eða ekki, það kannski má alveg velta því fyrir sér en það er allavega gaman að sjá að það fólk að upplifa sig að vera með í verkefninu. Það eiginlega mínum að það betra að það séu fleiri sem upplifa sig að taka þátt heldur en raunverulegt þátt heldur en hitt. Já, einmitt. Þannig að það að læka við eitthvað, það að taka eftir eitthvað, og það er svolítið erfitt að átta sig alveg á og svo ýmislegt í þessu sem að en þannig það bara með svona kannanir almennt. Og svo sjáum við þarna niðurbrot á kyn og aldur og menntun og þetta svo sem ekki þarna sem kemur á óvart nema það eru konur kannski taka meira þátt í hverfi mitt heldur en svona almennt að gera í kosningum. Og svo þetta bara svona þessi svona miðji aldurinn sem að að taka þátt oftar. Það reyndar mikið ungt fólk sem vill að taka þátt í hverfi mitt og svo aðeins minna eins og með ábendingavefinn, það alltaf þessi aldur 40–50, þar erum við með og svo alltaf meiri þáttaka eftir því sem fólk hefur meiri menntun, þannig að þetta er svona dæmigert svona trend í hvað þetta varðar. Það er alltaf áhugavert að það er eiginlega öfugt með íbúðaráðin að þar miðuraldur sem telur sig hafa tekið minnst þátt í íbúðaráð á glærinu undan. Á glærinu undan? Já, ég reynst af íbúðaráðin Reykjavíkurborgar. Það er yngsta fólkið. Já, einmitt. Þetta samt svo lágar tölur. Já, veist. Og það er mjög erfitt að svona Já, það er svolítið erfitt að svona finna eitthvað almennilega út úr þessu. Eitthvað konkrétt en þetta er kannski vísbendingar líka. En þarna sjáum við hverfin ykkar miðborgin og Hlíðarnar. Hlíðarnar eru miklu duglegri að taka þátt í hverfi mitt heldur miðborgin
og þátttakan í miðborginni er rauninni ekki mjög mikil í hverju mitt. Það skrifast alltaf Sigrúnar. En miðborgin er duglegri að senda á ábendingavefinn. Íbúaráðið er öflugra fyrir miðbæinn heldur en Hlíðarnar af einhverju ástæðu og já, hverfiskipulag, já, en það er náttúrulega líka nýbúið að vera í Hlíðarnum. Já, þannig að það er svo sem ekki kannski margt takt þarna í viðbót. En svo, sem sagt, já. Má ég koma einn spurningu? Já. Þannig aftur í fremstu dæmina, þannig unga fólkið, þessi. Já. 18-29 ára, svona hátt hlutfall, 50%. Er þetta svona ávið önnur íbúar eða eitthvað sem Þetta er mæling á hverfinu mínu. Já, hverju mitt, já. Og þetta er heilt yfir borgina, sko. Þetta er heilt yfir borgina? Já, þetta er ekki hverfið. Þetta er ekki brotin, já. Ok. Þetta er niðurbrot á spurningunni. Já. Og hérna er niðurbrot á hverfin. Já, Já. Er það ekki Hlíðarnar að koma best út? Hlíðarnar að koma illa út úr íbúðaráðanum, en miðborgin kemur ágætlega vel. Sko þeir eru samt alveg yfir, ég meina Breiðholti er töluvert lakara og Vesturbærinn líka. Þannig að, þetta illa, ekki illa, Kjalarnesi kemur þegar við dugum að sjá íbúðaráðin. Kjalarnesi sker sig svona ofboðslega úr, sko. En já, Hlíðarnar og eru slakar hvað varðar íbúðaráðin. Merkilegt að það sé svona munur á milli hverfanna, sko, sem eru með sama íbúðaráð. Já. Svo er Hvað þegar þú verður? Eitt sem ég velti fyrir mér hvort að fólk átti sig á í svona spurningum. Veita munin á íbúðaráðum og íbúðasamtökum. Nei, það er ómögulegt að vita þetta. Ég finnst það oft, svona næri ekki alveg því að munin á íbúðasamtök og íbúðaráði. Því að það er tvennt ólíkt til að útskýra. Við lendum í þessu bara í Hallgrímskirkju. Fundurum í daginn. Já, maður lendir ótrúlega oft í því, sko. En það er samt, sko. Ég hef spurt fólk sem stendur, bara sem ég þekki bara vel, bara persónulega, og ég spurt fólk hvort það veit munin á þessu, og ekki hugmyndu það. Nei, ég vil að finna það líka. Við erum alltaf að reyna að útskýra það, þannig að það verður fínt að... Sko, það er spurt sko, í öllum hverfum Reykjavíkur eru starfandi íbúðaráð. Íbúðaráð Reykjavíkurborgar eru lifandi samstarfsvettvangur íbúa, bakhóps, hverfisins, félagssamtaka, atvinnulífs og borgaryfirvalda. Það er svolítið erfitt að útskýra þetta einhvern veginn öðruvísi. Það er mjög góð síðan inn á Reykjavík.is íbúðaráðin. Við getum séð alveg öll íbúðaráðin og hverjir í þeim og við höfum verið að hafa saman önnur íbúðasamtök. Þá finnum maður fólki, sko. Já. Og ég segi ekki viðbútt hérna því að ég veit bara... Nú þarf maður að benda bara á hver upplýsingar það liggja. Já, en það er óþrjótandi vinna. Já. Ég held að fólk kannski átti sig ekki alveg á hver hlutverk íbúðaráðanna eru vegna þess að íbúðasamtökin í hverfunum eru miklu meira aktív og ráðandi í alls konar málum með uppkoma einhver mál sem það sem íbúðar hafa áhuga á. Það voru þau miklu meira áberandi heldur en eitthvað það sem íbúðaráð eru. En sko, það sem skiptir sko í rauninni, þú veist, að lokum máli er að fólk þekkir til einhvers vettvangs, telur sig þá geta sett sig í samband við viðkomandi og þið eru auðvitað þá, þú veist, fulltrúar hér og það vinnur saman svo það er þá bara ágætt ef að fólk veit af og þó það setja samansammerki þarna á milli þá er kannski ekki alveg neitt hættulegt við það. Nei, alls ekki og ég segi, mér finnst mjög gott að það er haft samband við íbúðasamtökin. Já. Þá segjum við að við tökum málið áfram inn í íbúðaráðið. Til umfjöllunar. Og svo er ánægjan með reynslu af íbúðaráði, það eru bara einhverjir mjög ánægðir og svo eru aðrir fremur ánægðir og svo eru einhverjir svona í meðalagi
og ekkert svona stór hópur sem er mjög óánægður og 22% segjast vera það, fremur eða mjög óánægðir. Svo hérna hverfaskiptingin á þetta er hérna Hlíðarnar eru voðalega ánægðar, þessi fáu sem vita þeir eru ægilega glaðir en enginn er mjög ánægður í miðborginni. Nei, þeir eru meira að tapa það sko. Já, þetta er sumt af þessu er enda svolítið skrítið sko. Ég er hérna og ég meina í hverfum þar sem er ekkert búið að vera hverfaskipulag, þar er einhverjir ægilega ánægðir með hverfaskipulag og svona og það er ekkert hverfaskipulag búið að vera þar sko. Þannig að þú veist, sumt fólk, þú veist, það er ómögulegt að vita hvað fólk einhvern veginn meðtekur og skilur í þessu. Þannig að við tökum þessu nú svona, þú veist, þetta er bara það sem það er og við reynum að lesa út úr þessu það sem við megum bæta okkur og hvað svona sjáum vísbendingar á milli ára því nú munum við gera þetta aftur. Þannig að hérna, að það er nú... Er þetta fysikiti sem að... Er þetta fysikiti sem íbúðaráðinu? Já, sem er spurt svona sérstaklega út í íbúðaráðinu, já. Okay. Og hérna, og svo eru hérna Hlíðarnar eru fremur ánægðar svona og hérna miðborgin er ekki eins ánægð með hérna íbúðaráðið og í meðalagi, þú veist, þannig að þetta er sko, það er sko ekkert heldur neins sérstök óánægja. Nei, ég trúi samt ekki að það sé enginn mjög ánægð með það. Nei, en það er svo miðborgarhópurinn sé, sko, það er heldur ekkert mjög margir á bakvið en þó samt sko einhverjir og þannig að það er svo sem væri alveg áhugavert að reyna einhvern veginn að komast að því sko hvaða væntingar fólk hafi haft til íbúðaráðanna og veist, ef það er eitthvað hægt að reyna átt þessu á því þá væri það mjög gagnlegt og af hverju þá þessi óánægja birtist því að sko í miðborginni er þarna töluverð óánægja. Já, og við erum með lægsta meðaltalið öllum sko. Já. Sem er skandall. Já, við erum alltaf heyrt á fundunum okkar sko. Þannig að það væri mjög áhugavert að reyna að greina sko hvað gerist þarna. En er þetta ekki bara klassíska svari sem við farið gegnum áður að því að þetta er eina hverfi sem er svona blandaði rekstur, það er svona að þú ert með íbúa onni í rekstur sem að Breiðholtið, Hlíðar, Kjalarnes er ekki glímu við þannig að það er þessu gröður. En þetta er samt sko íbúðaráðið. Miðborgin er náttúrulega svo spurt ánægju með íbúðaráðið. Ég er nefnilega sko, það hlýtur smá að vera að einhvern veginn í þessu eins og mörgu öðru að miðborgin bara gerir þetta úr sko, því að Hlíðarnar er sko með hæstu ánægju og miðborgin lægstu. Ég held að fólki í miðborginni er bara, við sjáum að fundum okkur með skoðanir og... Já, en sko hvað er það sem gerir þetta? Sko er eitthvað að það? Eða þú veist... Hvað spilar inn í? Já, þú veist, það væri svolítið gaman að reyna átt þess að því. Já, algjörlega. Ég myndi að setja til dæmis er leiðilegt að gera það. Nei. Bílastæði. Já. Þetta er álagsvæði. Allt sem við erum búin að tala um þetta, bílastæðin, Airbnb. Og er þá að endurspeglast það í ánægju með íbúðaráðið samt? Hefur fólk þá hugmynd að þið ættu að geta gert eitthvað í því? Hugsanlega. Ég held einmitt sko í Hlíðanum það er mikið oftar sem að þú veist það kemur eitthvað upp þar og svo kemur svona jákvætt svar tilbaka. Þetta er leyst, þetta er búið, þetta er svona það vinnst. Þú veist, það sé ekki endilega rosalega margir sem koma upp, en þú veist, það er eitthvað svona jákvætt. Stuðugt ábyrgð. Ég meina, eins og Þórey benda á, við erum kannski með einfaldari mál. Það er leikvöld, það er körfuboltavöld, það er umferðarfræði, þannig að við erum að tala um kannski hávaða, Við erum mörg stórmál sem hafa ekki komið lausn. Það er bara bílastæðakortin að útvikla svæði. Við í Hlíðum glímum ekki, sem að Breiðholt glímir ekki við, bara í dæmi sem. Það geti verið sko, þetta helgi smá einhvern veginn af eðli hverfisins sem miðborgar sko, en svo er líka vissulega búið að vera, gera ýmislegt sem að allavega erlendis hefur verið sko óvinsælt til að byrja með en orðinu vinsælt eins og bara svona göngugötur og svona, þetta er bara svona trend sem maður sér alls staðar sko erlendis, að það er mikil óánægja, mikil mótmæli til að byrja með og svo mikil meira ánægja sko eftir 5-6 ár sko og sama með bílastæði þó ég veit að sé skipta skoðanir hérna innan húsum það sko að þú veist þetta er bara svona trend sem maður sér alls staðar sko þannig að þú veist kannski erum við bara í einhverju svona niðurfasa þar og
eftir 3 ár þá verður bara hérna mest ánægð í miðborginni, sko. Þú veist, hver veit, sko. En þið getur gert svona poll á miðborgarsíðunni á Facebook og sagt hérna, veist, það kom í ljós að það er ekki mikil ánægð með íbúar miðborgar, þú veist, hvað þú veist, hérna, Getið þið hjálpað okkur? já, hvað, þú veist, hérna, mér bara, þetta er raunin að eina sem ég dettur í hug, sko, en það er eitthvað sem ykkur finnst að íbúar að þetta vera að gera sem það er ekki að gera. Þú veist, eitthvað svona, sko, bara hreinlega að spyrja fólk að því. Það er jákvæmt að kalla eftir, hérna, fá endurgjöf. Já, Það er svona skýrari. Maður heyrir líka voða mikið, það eru svo upplýsingar að það komist ekki út í feltið, það hefur kannski verið einhver grandakynning eða eitthvað svona sendið, það er svo að skýlir sig aldrei, eða svona ná ekki alla staði, maður alltaf hugsa hvernig er þetta að auðlýsa betur, þú veist, þetta er í fjölmiðlum, þetta er á Facebook, en einhvern veginn kemur þetta fólki alltaf óvart, þannig að þetta er ókvæður akkur. Þetta er svona í hug, fólk talar ofta um upplýsingagjöfin sé ekki nógu góð og það er hlusta á okkur, þannig ég segi, við þurfum bara að halda okkur að róa. Það er alveg góð pæling að einfaldlega spyrja. Við frumstæðin effektív leið. Það var ekki eitthvað flókna maskínu, það er einfaldlega að spyrja. Hvað finnst ykkur? Ef það er síðan einhver misskilningur, eða við sjáum að svörin eru þannig, það er misskilningur, þá er þetta svara því. Já. Ok, á ég ekki bara að gera það? Jú, prófaðu það. Jú. Finnst það spennandi? Ég skal passa á því. Herðu, svo hérna, ef við klárum á þetta, að hérna, fólk skoða mikið fundargerðirnar. Kemur óvart. Já. Og upptökurnar, sem sagt, það er annars vegar horft á streymið, sumir gera það, en það er töluvert meira horft á upptökurnar, heldur en horft á streymið. Og svo er bara hérna, já, þetta er bara svona. Ég velti fyrir mér sko með fundargerðirnar því ég hef nokkur sinnum þegar hefur eitthvað verið til umræðum sem Facebook-grúpu miðborgarinnar, þá hef ég nokkur sinnum linkað á fundargerðir sko ef við höfum rætt viðkomandi mál sko. Kannski það skilir sér í fínum tölum staðar. Já, það maður að leita. Og líka bara sko, já, við sjáum það alveg, fólk er að skoða fundargerðirnar, fjölmiðlar eru líka náiðar og birta upp úr þeim, þannig að þær eru notaðar. Þetta eru sko eiginlega í bókstaflegri merkingu orðsins sko ótrúlegar tölur. Já. Eða þú veist, ég er hreinlega trúið um allt. Þannig að, veist, það er alveg ástæða til að hérna, að sko, og við sjáum það alveg, þegar eitthvað er að þá er fólk mjög fljótt að koma í íbúðarráðið. Þannig að sko í rauninni það að enginn komi og ekkert sé að vera er bara merki það að það er ekkert að. Þannig að sko þáttakan út af fyrir sér ekki markmið sko, heldur það markmið er að fólk sé ánægt og það sé lausnir til á því sem er að vera, veist, það sem snýr að fólki, en ekki endilega að það sitja í fundi lón og dón, bara heldur miklu frekar að það fái lausn á þeim málum sem koma upp hverju sinni. Það er einhver samhverfa með annars vegar óánægju með íbúðarráðið í miðborginni og versus það hvað mikill fjöldi er að skoða fundargerðina og sem helgast á því sem aftur speglar sem Þóri er að segja að þannig eru svo ólík mál kannski svona fyrir einstaklingar sem er óánægð með íbúðuna sem að vissulega er í öðrum hverfum en kannski meira magni og mér setur svona alveg stemma við að fólk er að lesa að því það er óánægt með eitthvað en svo sjáum við til dæmis eins og mætt að fundi í Kjalarnes að því það er bara nærtaka snarra hér sko þannig að kemur svolítið óvart ef fólk er svona óánægt ekki endilega með íbúðarráðið heldur bara þau mál sem er í gangi finnst þau ekki fara í farveg og þá er það eðlilega að lesa sér til gagns sko þannig að mér finnst þetta svona ég er svona við fyrstu greiningu sem er svona aðeins hvað gríðarlega hátt hlutfall er að ná sér í fundargerð. Það er mjög flott. Já, en mér finnst það eins og að stemma við það því að fólk er að horfa í sín, það er alltaf út á sér. Fólk er á sambandi okkur og þá er eins og með ruslið og bílastæðin og þá erum við að segja, við erum í álöfnum þarna og þarna, við gerum þetta og þetta er alltaf sömu máli, en það gerist ekki. Það er ekki hægt. Já. En ég er bara að segja að þetta horfum okkur. Já.
En hérna, Bara samkvæmum. Já, og ég segi svona, reyna að sýna íbúasamtökin að við erum að reyna að vinna með þeim sko, og erum að vinna með þeim. ég veit ekki hvað þið vilja að ég fari ítalega í þetta, þið getur auðvitað að lesa þetta bara, Já, mér finnst það að við búin að fara yfir já, það helsta sko, það sem ég var búin að punkta að mér væri Það var mjög gott. já. En við ætlum kannski að prófa að setja bara eitthvað svona brandara í byrjun fundargerðar eða eitthvað fyrir að lesa það eitthvað. Gerðu. Ég vil bara skjóta inn í þetta einu, þá var ég bara að skoða þetta með hvernig tekur þátt. Að 1829 þau horfa á upptökur og beint streymi. Þannig að í rauninni allar svona upplýsingar eins og heimasíður sem verið að segja þeim að skoða og hvað þeir eru fundið upplýsingar, að þú veist, varpa því þá upp þannig að þau sjáum við. Þannig að bara svona nokkur sem við höfum kannski gert það. Engin. Síðan Það er sko 0 að horfa núna á streymið. Já, þú veist Það er svo. Það er Ég er fyrir. Það er ekki að vera. Já, þetta er samt, ég sé hámark 7 eða eitthvað svona. Það Já. er ég mónutur út alltaf. En það er sem sagt 18-29 ára krakkar. Herri, ég minna að formaðurinn lét mig kaupa kökur, þannig að við snöðsum til þungum á Já, hægum. endilega fáðu ykkur köku hérna. Hörðu minn, verður það góða? Erum við með eitthvað Þess vegna kom ég ekki með, ég má ekki við þessu. Erum við eitthvað fleira undir þessum lið sem við viljum koma framfæri? Má það alveg gefa mér að segja hvað er það? Súkulega hjálpast það. Gefa mér súkulega. Þá ætla ég bara að loka þessu þriðja lið. Færum okkur í lið 4. Þetta er sem sagt deiliskipulag sem við sendum hann athugasemd gamla bandaríska sendiráðið á Laufásvegi. Ég er ennþá yfir þetta sko og mér sýndist og öll gögnin hérna á skipulagsgáttinni líka sko, mér sýndist sko okkar athugasemd ekkert hafa verið svarað sérstaklega sem er kannski að einhverju leyti eðlilegt því að sko athugasemdin okkar sneri að því að Sneytti því. að þegar að kæmi af útgáfu byggingaleyfis að þá yrði hugað sérstaklega því að vistaverur yrðu, ég man ekki hvernig orðið það mannlegar, svona orðið þetta einhvern veginn pent sko, því að virðist vera það að gera að gæti orðið nokkuð þröngt fólk þarna. Þannig að þú veist, það er kannski alveg eðlilegt að okkar athugasemd hafi ekkert verið svarað sérstaklega því að þetta er bara deiliskipulagið. En þetta er allavega farið í gegn. Eitthvað sem vil segja eitthvað þetta? Til að, það er ekki segjum til þess afturlóðs sem að, já, ég vil bara fresta, já. Þetta farið í gegn. Þetta er farið í gegnum þessi. Það er ekkert að. Ég segi okkur að skrifum þetta áður sko, þannig að bara tilkynning. Ok. Ég sem mann finnst ímestlegt þetta, en eins og Já, lokum þá þessum 4 lið. Það er 5. liður og þetta kom náttúrulega á óvart að ég að segja eins og Þetta er afgreiðslubréf til að stekna á gjaldsaman bílstæði, það er sérst búið að samþykkja þetta. Já, það var sátt í bóknarni. Já. Það er samþykkt hérna Já, ég veist að ég sá þetta. 12. júní sko og við fengum þetta ekki til umsagnar. Nei. Sem að mér fannst alltaf vont. Það er sérst verið að það eru þessar götur sem að hérna er upp á skjá, það er reyndar bara hlutaðin sem er innan okkar svæðis. Seljavegur og Vesturgata og Aragata eru allar utan okkar svæðis og Oddagatan sko skiptir í raun hverfunum, þannig að Oddagata austurhluti Oddagötu er miðborg og vesturhluti Oddagötu er Vesturbær. Oddagata er ekki nýja Einstöðugata. Einstöðugata. Jú, hún er á milli Aragötu og Sandvíkurgötu. Það er Oddagata og þetta er skrítið að það skiptir, að það er svona zigzag sko, en ekki að það sé bara Sandvíkurgatan eða eitthvað sem að kannski er svona náttúrulegri landamæri. En sko mér finnst, já, dálítið slæmt að við höfum ekki fengið að tjá okkur þetta því að sko ekki það að mér finnst niðurstaðan svona að mestu góð sko. En mér fannst til dæmis dálítið vont að kemur þarna fram í tillögunni að Oddagata og Aragata eru íbúðakortsgötur
en Sæmundargata það ekki og það náttúrulega mjög fjölmennir stúdendagarðar við Sæmundargötu og það ekki matvöruverslun í því, eða sem sagt lágvöruverslun í því hverfi. Þannig að sko rosa mikið af stúdendum veit ég dálítið tilneyddir til að vera á bíl sko, eiginlega sko gott sem bara til þess. Þannig að sko, þú veist, mér hefði þótt eiginlega betra, eða sko ef að við varum að senda umsögn sem við erum ekki að gera því að búið að samþykkja þetta, þá hefði ég viljað dálítið innbrá þessu sko og svona hvetja til þess að borgin myndi hafa eitthvað samtal við félagsstofnun stúdenta sem rekur þessi stúdendagarða og ég er í stjórn hjá þetta sko, því að ég veit alveg að þetta eru pælingar þar. Við hvað götu leikskólinn til dæmis? Eggertsgötu. Ha? Eggertsgötu. Eggertsgötu. Það er ekkert Eggertsgötu sko í þessum fasa sko. Hvað hafið þið að segja þetta? Ég er bara sammála, þetta er náttúrulega sko mannvart stúdentagarðarnir. Skiptir miklu máli að hafa aðgengi. Og einu kökumunum. Já, Segir hún svo Greta? Já, ég ætla að segja, þetta kom mér á óvörum að sjá þetta í Morgunblaðinu og bara svo og leita þessu. Og það sem ég myndi vel að koma á framfæri er þetta íbúalýðræði. Við höfum talað um það áður að þetta það yrði kynnt og kæmi inn á íbúaráðsfund áður en það færi í gegn. Þannig að og í stjórn Reykjavíkurborgar er talað um þetta lýðræði þannig ég allavega mitt svona næstu ykkur maður vildi þetta bók það sko, bara hafa í fundagerða. Ég er búinn að skrifa draugaðbókun sem ég var að senda á Sigurlaugu, en bara Greta hana. Já, ég ætlaði bara að koma inn á hvort það var hægt að senda einhverjar svona atvinnufundir það fara í gegn. En líka sko, eru öll þessi bílastæði í eigu? Þetta er á borgarinu. Já. Það er sem sagt, það er aðeins niður, nei, kom fram með, að það voru í upphafi að tillögunni voru kort. Já. Það er mjög góður upplýsingar, mjög gott að hafa þetta. Þetta er nefnilega sko, ég var búinn að skrifa heila blaðsið svona punkta hjá mér sko þetta og svo bara býtuðu búið að samþykkja þetta. Ég segi, já, mér fannst það, ég myndi mjög gert að velja bóka. Já. Hvað stýrir því að það er ekki íbúakort? Ég hreinlega veit það ekki sko. Því að eins rosalega góð skýrsla á þetta sko, þá nefnilega kemur ekkert fram um það. En það er kannski svona, varst þú búinn að þeim orðið? Já, en er bara hugsan baku það að þetta er gert í þessari afgreiðslu? Er þetta bara áætlað að þetta fari í gegn eða er þetta? Sko, ég ætla að giska á að þessi tillaga, hún kemur inn 7. júní, þá erum við nýbúin að halda fund svona tiltölulega og ég ætla að giska á því að hafi viljað klára þetta sem fyrst til að ná sumrinu sko. Þú veist, þegar mikið af fólki er á ferli niður í bæ, þú veist, myndi ég giska á. En minnst það samt ekki til fyrirmyndar. En það troppar samt ekki sko málsmeðferð? Minnst það ekki sko. Þetta var nákvæmlega sama gert í fyrra, þá var þetta gert 5. júní. Alveg svona hásum og íbúasamtökin smeltu sér saman á fund 8. júní til svona húsastöð. Þegar þetta er Svo langan tíma líka það að fá íbúakostin í gegn. Já, ég ætla að segja mér finnst þetta ekki. En eru þetta ekki bara bókar hessilega gegn afgreiðsluferlum? Kannski ekki innihaldið? Þetta er að launum þessu svona. Já. Og svo einhvern veginn bara er þetta bara komið haustið og bara allir. Og þetta hefur verið alveg að tala í ást. Íbúasamtökum. En ég ætla vissu að segja sko að þegar maður les þessa skýrslu sem er mjög góð, þá finnst mér samt alveg koma nokkuð skýrlega í ljós af sko, þær breytingar sem hafa verið gerðar er að virka nokkuð vel sko, þú veist, misvel, en það er svona á flestum svæðum þar sem hefur verið sett gjaldskylda er komin eðlileg nýting bílastæða, þess að farið úr yfir 90%, þess að nýtingu niður í 60-85 flokkin sem er svona optimal sko.
Þannig að það alltaf mjög jákvætt og reyna að vera að mónitora líka eins og í Vesturbænum þar sem var sett á gjaldskylda að það kemur fram annað í skýrslunni að líklega sé verðið þar of hátt því að nýtingin sé of lítil og svona sko. Þannig að mér fannst skýrslan mjög góð og fróðleg sko. Og já, en mér fannst dálítið vont þetta með stúdendagarðana. Ertu komið með? Já. Getum við fengið hérna á bókunni, eða tillöguna á bókunni? Viltu fá hana hvert? Upp á skjá. Ég kannski fæ að lesa? Já, viltu ekki bara lesa hana og ég setja hana inn í fundargerð? Jú, ef að fallist þér á hana, það er að segja. Já, það er ok. En það sé tillaga að bókun íbúar á miðborgar og Hlíða hefði viljað vera með í ráðum fyrirhugaða breytingu á gjaldskyldu. Niðurstaðan er að mestu góð en ráðið bendir á að við Háskóla Íslands eru aðeins Oddagata og Aragata skilgreintar sem íbúðarhúsgötur, aðrar götur ekki. Við Sæmundagötu eru fjölmennir stúdentagarðar í eigu Félagsstofnunar stúdenta. Æskilegt væri að Sæmundagata væri einnig íbúðarhúsgata og að Reykjavíkurborg myndi hafa frumkvæði að samtali við Félagsstofnunar stúdenta útfærslu íbúðarkorta við götuna. Þetta er fín bókun, en ég hefði viljað gagnrýna harðlega hvernig við getum sett það fram að ég sé að þannig frá Jónsjónarni málsmeðferðin að við getum kannski ekki vísað í þetta, við vitum núna, svona þetta vísað til í fyrra, að við gagnrýnum harðlega að málsmeðferðin sé hvernig nettu getum orðað það sko, en því það er það sem að angrar mig svolítið, þetta er svona kemur aftan á okkur og eins og þú ert að lýsa þetta er forsendan að ég bara giskar. Já, ég segi það, ef við gefum okkur þær forsendur standi, þetta er mjög sérstakt að við erum nýbúin að halda fund þarna 27. maí minnir og þetta er 7. júní að þetta er ekki að það er leið þar fyrir eða fyrir þennan fund, skilur við. Þannig að mér finnst það einhvern veginn geta komið því að það er hort í fundagerðina sem er klárlega lesnar, þannig að við þorum að vera eitthvað beitt, en það er bara mín sko, ég geri það. Ég tek heilsögu undir það og ég held að þetta sé nákvæmlega sem íbúðarsamtökin og við fáum inn til okkar að það sé bara ekki, já, það sé ekki tekið undir sem við erum að segja og svona, eru svona alls konar orðnótum málsmeðferðis sem ég ætla að hafa hér. Ég ætla að Takk fyrir það. Ég hef ekki alltaf þurft að ávíta neitt sko, þegar það var ófaglegur. Ég er svona, þetta býður að koma að því. Takk, ég komið sæðið. Kurtis. Ok, hvað segir þið inn? Já, mér finnst alveg með að vera meiri... Vera harðorðari? Já, alveg. Okay. En það er ekki með stórgóð það. Viljið þið þá segja í staðan fyrir þessa, ég vissi að þetta myndi koma, ég var rosalega pennan það í byrjun, sko. Hérna, í staðan fyrir að segja sérst íbúar á miðborgar Hlíða hefði viljað vera með í ráðum. Þetta var svolítið krúslegt hjá mér. Hérna, að segja þá, sko, íbúar á miðborgar Hlíða gagnrýnir harðlega að hafa ekki verið með í ráðum. Já. Ég meina það hvað að fara yfir verkið, erum við ekki bara... Nei, mér ná ekki hér svo mjög samtali. Erum við að bæta einu orði við? Íbúa og... Ég er alltaf mjög hrifin að vera pen og kurtis, en ég er alveg svona... Þú ert að læra svo ósíða mér, þess að segja, sko, í staðan fyrir hefði viljað vera með. Það er gott að við segja þetta. Harðlega að hafa ekki. Svæli, þetta svæla. Erum við ekki bara fá? Já, það er klála. Já, róg. Róg og hægt að rífast. Sem að það er með að haft með í Já. Já, nei, jú, Við erum komið að hója fyrir Íbúar á miðborgar Hlíða gagnrýnir harðlega að hafa ekki verið þeirri breytingu og Við keypt í sænskri búð, en gert á Íslandi, þó er ég að fullera. En er nokkuð ísbúðan í Hlíðan? Var ekki þannig að það voru að byrja? Ég benni út í namni búð í ísbúðu. Í Garðabæ, kaupa veitingar. Það er svo. Ég held við værum að samkomulag að skilja eftir tekjur inn og ferðist. Nákvæmlega sem fórst að Akkur út svo. Ok, er eitthvað fleira sem þið viljið ræða undir þessum lið? Nei.
bara leyfa okkur að vera með. Já, ég sko, ef þetta hefði verið til umsjónar, þá hefði ég líka viljað segja miklu meira skýrsluna almennt og svona, en úr því sem komið P3 vandamál og svona. En látum það leika með til hluta sem stendur. Ég loka þá þessum lið. Færum okkur í 7. lið. Þetta sem sagt auglýsing breytingu á deiliskipulagi vegna Haukafjarðar, I-Reits. Svolítið merkileg tillaga að mörgu leyti. Sko, þarna verið að gera ráð fyrir að allar íbúðir verði leiguíbúðir. Semst að það sé bundið í skipulag í rekstri eins aðila og sérstaklega tekið fram þarna í skipulagsbreytingunni að það sé heimilt að ívilna hvað er maður góður í íslensku óhagnaðardrifnum leigufélögum. Þannig að það er ekki svona í að því að þetta verði frekar óhagnaðardrifið leigufélag heldur en annað þó að það sé ekki kveðið á það í skipulaginu að það verði að vera. En þarna sést vera að fjölga íbúðum 15 úr 70 í 85 en nýtingarhlutfallið er samt óbreytt. Þannig að þetta ætti nú ekki að skyggja meira á nærliggjandi byggðir en eitt slíkt heldur en fyrir Það er ekki verið að þessu út, ég skildi myndina þannig að í raun og veru verið að gefa hann leið á að Þetta er sko Þetta er þessi armurinn, já. Þetta er hornreiturinn þarna. Sem við börðumst hataða mjög mikið fyrir nokkrum árum að halda greiningu. Já, ég segi, það ekki það? Nú þetta þess að ekki geir hérna. Jú, það er það. Ég skal segja ykkur frá því því að ég var með anga málsins hjá úrskurðarnefnd umhverfis- ég þekki það ágætlega. En það er allavega búið og gert sko. En þetta er einn spurning þessa 15 íbúða fjölgun og breytingu í leiguíbúðir svona í grunnum. Svo er breyting á hlutföllum stærðir líka. Svo er það. En er þetta ekki óvanalegt að það sé tekið svona orða að þarna verði leiguíbúðir, ég man ekki að þetta sé svona... Ég held ég hafi ekki séð þetta orðalag áður sko, það hefur náttúrulega verið skipulagt víða, þú veist eins og fyrir stúdentaíbúðir eða eitthvað sem eru leiguíbúðir sko, en það gæti alveg verið að þetta orðalag sem notað það sem Bjarg er með íbúðir og okkur svona. Ég bara þekki það ekki sko. En það er þessi skilgreindi hlýðarindarítu þannig að ég bara hef ekki kynnt með það ekki hvort að þetta sé hlutað sem Bjarg er með sko. Það veit það ekki. Nei, þess vegna ég svolítið... Það er það sem ég dættir helst í hús. Já, og maður vonar að það haldi því að sannarlega er vöndum að leiguhúsnæði þannig að þess vegna var maður svona fyrir maður jákvæður heldur en neikvæður með þessu. En að stuða mig svolítið að það skildi vera eða ekki stuða mig að svona vakti undrun mína að það skildi svona fast að það kveðið að væri leiguhúsnæði sko. Já. Ég einhvern veginn sko, ég myndi ímynda mér að þannig sé verið að hugsa óhagnaðardrifnar leiguíbúðir og ég ætti eiginlega erfitt með að sjá fyrir mér að það er eitthvað annað sko, en það er samt, ég skil þá ekki á hverju það bara ekki sagt sko. Það er svolítið skrítið, en það sem ég horfa á er að tillagan er í kynningu til núna 19. júní, þannig að ég myndi auglýsa það aftur þarna svona þetta þarf maður að passa að auglýsa fyrir íbúðana að við getum að tekið það, þannig að við erum heyra það líka. En við munum að þessi hluti sé einhverju sem tilheyrir miðborginni. Já, ég segi það, þannig að ég horfa á þetta ég ætla að setja þetta inn þannig að fólki íbúðarsamtökin sjá þetta og við erum að heyra hvernig þetta, fólk er ofta að tala svona, þannig kemur aftur og sér ekki auglýsingarnar, þannig við erum að reyna, ég segi það, þannig kemur aftur hvernig á maður að koma upplýsingu til fólks. Þannig við erum alltaf að reyna í hvort. Það er auðvitað hægt að kannski íta á skipulagsskattinn þarna og opna þetta. Já, getur nokkuð ítt á skipulagsskattinn fyrir líkur svona kynum. Já, ég er búin að finna því bara.
Ég segi alltaf íbúðanir þegar nú erum Dóttir, ég er að einni íbúð deila hérna, ég þarf að færa mig yfir. og maður alltaf þetta sitt hverða alveg sem svo gott. Að þetta var í hérna PDF-skjali. En ég þarf að fara hérna. En já, Ég sló bara inn á skipulagsgrátt slóin Haukahlíð og bara komið upp strax. Þetta er mjög fínt. Sigrún, þið erum alltaf komin með hérna hlíðarending í stjórnumleikar eða ekki? Jú, mjög góðan félag í borgmyndakunum. Já. Hvað langar ykkur að opna? Þetta sem er bara þarna Já, bara sína eftir byrst. eftir hægri núna. Það er ómeðilegt, þá er við Mál kynning númer 712. hverfinu fyrir okkur. Þannig að Þetta er svo sem. Hver er það sem? Þetta er það. Já, þú ert með líka. En er eitthvað fylgiskjal sem þið vilja opna? Já, sem það er skipulagur. það kemur fram í einu. Já. Það er ómeðilegt að hafa íbúðarsamtökum svona að dreifast. Já. Við sjáum hérna sko það sem er svört punktalína á hægri myndinni. Þetta er sem sagt skipulagssvæðið sem er verið að taka fyrir með þessari breytingu. Og samanskapi er það í töflunni, þar eru svona svört punktalína líka og þar er verið að tala 85 íbúðir sem kemur þá í staðinn fyrir það sem áður var 70. Og síðan, við getum kannski zoomað þetta inn, en bara þetta töflu hérna svona. Við getum að zoomað inn á þetta hérna. Já, endilega, ég hef ekki séð sem að sjá. Nei, ég sé þetta ekki svo. Er það með svona liðar? Já. Kemur. Þetta er Það að gerast. Það er hérna, það er sem verið að breyta aðeins hérna, þannig að sko hafa aðeins fljótandi, þú veist, íbúðarstærðirnar sko, það kemur þá bara við hönnun húsana. Mér finnst gott að sjá ágætlega hátt hlutfall af 3 herbergja íbúðum og möguleika á 4 líka, það vantar svo mikið. Eru þið með einhverjar spurningar eða pælingar? Er eitthvað sem að þið vilja að íbúðarráðið sendi athugasemdum? Ég væri persónulega alveg til í að senda inn athugasemd að þetta ætti að vera óhagnaður fyrir leiguíbúð. Ég myndi taka Það praktist að íbúðarráð getur hlutast til slíka atriði. Bara sendu hana í athugasemd og Ok. hérna. Mér finnst alltaf gott að senda eitthvað, en ég var líka bara að koma svo til íbúða. Já. Eina sem ég bara var svona hugsað, þú veist að fara yfir þennan lista bara, þú veist, verður eitthvað nálægt minimal kröfum og hægt að fara, það er byggingarreglu að gera eitthvað, það, þú veist. Það er með allar íbúðir erðar. Já, segist kannski þjátt, en það er svona, þegar það verður svona færa til steipuna, skiljum það að færa til. Ég gerir svona ráð fyrir sko að hver þá sem tekur að sér að byggja þetta muni skoða þessi hlutull og reyna að hámarka hagnað sinn einhvern veginn sko. En ég veit ekki hvar hagnaðurinn liggur í dag sko. Það er opið til 19. júlí inn á skipulagskraftinni fyrir athugasemdir. Hvað er, getur við, nokkuð, hvað athugasemdir, þú varst að segja að væri til í að koma með? Já, bara það að ég væri til í að það yrði bara sagt í skipulaginu að það væri eitthvað leigubíl, þetta er óhagnaðardrifna leigubíl. Þetta er óhagnaðardrifna. Ekkert umfram það, nei. Það er í rauninni eina ákveð sem ég hef. Ég styð það. Einhver sem að styður það ekki. Það er bara ekki að senda þetta inn. Viltu bóka fundargerð að íbúðarráðið felur þér að... Já. Svo ég sé ekki hér umboðslaus. En þú gerir þetta á milli funda og svo sendur þá til mín þar sem þú sendir og við setjum það næsta. Já. Þetta er hérna, það er bara að breyta eitthvað skipulagsgáttinni þannig að það er ekki lengur hægt þetta er samt með tölvupósti, þetta er bara gegnum gáttina.
Það var síðast með lögfræðing. Þá sendi ég kannski bara link á þetta eða eitthvað, ég veit ekki hvernig best að gera það. Nei, bara sko það efnislega það sem þú Já, sendir. ok, ég skal gera það. Flott. Eitthvað fleira þennan reit í. Það var eitt merkilegt sem ég tók eftir líka hérna að bílgeymslan sem það að vera opin. Tók eftir því? Nei. Opin bílgeymsla. Það er merkilegt. Mér stöðum. Það gaf að spyrja okkur. Ekki með ekki skýrið. Það er ekki gæsling eða eitthvað skilur, þetta er bara Ég er svo skýrið að það er bara kæri niður og með möguleika á gjaldskyldu. Ok, heyrðu, þá loka ég þessum leið. Við erum að ganga rætt hjá okkur, við erum að tala meira hérna. Þá er það liður 7 málefni hverfisins. Ég fæ kannski bara aðeins að opna hérna. Það var hérna, við Hörður tókum fund með eldri borgurum á Veittorgi daginn, ég man þetta ekkert hvernig það var fyrir. Ég var með ykkur. Þú varst með, hvað er ykkur? Ég var með. Sorry maður, sorry. Það var í músfálu. Herri, byrjum áttur. Þetta er bara eðmir. Ég og Sigrún tókum fund og svo var ykkur annar líka. Hörður, já, alveg rétt. Þetta var 30. maí og hérna hittum þar fyrir eldri borgara á Veittorgi og smettum með þeim hádegisverð. Þetta var bara ógeðslega gagnlegur fundur og skemmtilegur. Já, virkilega. Og hérna, við varum svona aðeins að heyra í þeim sko hvernig við getum liðsinn þeim og það voru líka fólk sem kom úr hérna hlíðunum til að hitta okkur þarna, hvað heitir þetta samfélagsmiðlur þar? Hvað segirðu? Ekki löngu. Löngulíf. Já. Bólstaðarhlíð. Bólstaðarhlíð. Já. Þannig að þetta voru sérst... Þetta er ekki hvernig mitt. Görglámi. Já, ég vinn í Skaftahlíð. En það var sérst hérna, sko hann svona bara fyrst og fremst framanna sko var að fólki líði mjög vel á hana, en síðan voru svona ýmsir punktar sko sem þeir nefndu. Það var til dæmis nokkuð mikið svona, hvað maður segja, líkamsrækt eða þannig og félagslega þátttöku. Og voru þar að tala sko prógrammið í Val sem við höfum styrkt þangsunum. Vítamínum. Það hafi verið mjög gott sko en að það hefði tekið smá breytingum þegar komin í þjálfari og svona. Æfingarnar var orðin dálítið erfiðar og hentuðu ekki öllum. Og svo voru við dálítið að pæla í sko félagslegri þátttöku og sérstaklega kannski karlmanna. Já, það var mjög góð punktur. Þeir væru einangraðir. Að karlmenn væru nokkuð einangraðir og þú veist, maður hefur svona heyrtið þótt áður sko, þetta sé bara svona með svona stærstu lýðheilsuvandamálum sko, þú veist, faktisk eldra fólk sé bara einmannaleiki sko. Og einhvern veginn einangrun sko. Þau voru svona að ræða aðeins bara hugmyndir hvernig var þetta að auka virkni þar og nefnt þetta úrræði eins og svona karlar í skúrum hafið heyrt það. Ég held að það sé alveg brýnt. Og eitthvað sem að sko tölur líka að það væri sérst ekki hægt að fá kaffi eftirmiddaginn. Og þetta væri sko, þú veist, ég hugsaði bara þetta kostar ekki neitt. Þetta kaupa kaffi? Já, þú veist, þetta kostar ekki neitt. Og að þetta væri sko félagslega hamlandi að fólk kemur bara ekki fram í kaffi sko. Sorglega bara svona fallegum stað að þau geti ekki farið fram og fengið sér kaffi og hist. Já, þú veist, það var ýmislegt sem við nefndu sem ég hugsaði að bara svona, ok, þetta kostar alveg pening, en kaffið ég hugsaði bara þetta er ókeypis sko, þú veist gott þeim sko. Þannig að hérna... Í veitingaaðstöðu,
í borgarstjórn. Það sé engin í, sko, þeir veitingastaður eða salur. Já. Og ekki hægt að fá kaffi þar yfir daginn? Nei. Þau óskuðu bara eftir því að það væri hægt að fá kaffi sem maður myndi bara standa þetta frammi sem þú getur bara fengið sér. Óháð því hvort það væri í kaffitími eða matatími eða eitthvað annað. Þú getur bara setið þarna og spjalla og hist og fengið sér kaffi. Og svona þeirra óskir og draumur. Svo kannski svona bara hlutir sko fyrir okkur til að hafa í huga. Þau voru til að tala að eldra fólk sko gleymdist oft bara við sko framkvæmdir og hönnun bara umhverfisins sko. Þannig að við kannski reynum að hafa þetta í huga, þú veist, þegar við erum að senda inn einhverja athugasemdir og svona að reyna að hafa þetta alltaf eldri borgara vænt. Við nefndum til dæmis það bara sko yfirborð gangstétta væri víða erfitt með tilliti til göngugrinda og svo framvegis. Og ég held að þetta sé hreinlega bara eitthvað sem gleymist oft sko, þannig að ég held að það sé ekki viljandi verið að gera gangstéttir erfiðar fyrir göngugrindir sko. Þannig að við reynum að hafa þetta í huga. Og kannski svona að lokum þá töluðum sko það væri rosa gaman þegar kæmi eitthvað svona hópar og fólk, þú veist, í heimsókn og var að tala til þess eitthvað svona söng- og leikhópa að það hafi verið tómstunda- og félagsfræðinemar sem hefði komið og verið eitthvað svona að með einhverja leiki og eitthvað svona bara hvað þetta var rosalega gaman sko, þannig að við þekkið, þú veist, eitthvað fólk sem væri tilbúið að koma og spila pannflötu eða bara eitthvað skilur þá væri það mjög vel þegið sko. Þetta svona kannski það sem helsta sem ég punktaði hjá mér þannig byrjun. Ég held að almennt ættum við líka að leita til svona félagsstarfs eins og skátanna. Þetta flest ungt fólk tilbúið í spil og fjör. Ekki eru til þar? Nei, ekkert lengur. En þetta var svo virst. Ekki lengur, er það ekki eitt sem skáti á allt skáti? Nei, maður byrjar ekki upp í Hlíðanum. Landmenni í Hlíðanum og ég veit að Hafnargerði, ég veit að þetta er svo vísandi. Hún nefnir þetta við? Það hefur byrjað Það er líka hægt að tala við skólafélögi. Efstu deildir, þú veist, þetta er aktífi krakkar. Menn þú veist, það væri ekki nema bara, þú veist, þegar það verið að setja eitthvað leikrið í skólanum og taka generalpröfu, þú veist, þarna eða eitthvað sko. En þetta er eitthvað í foreldrafélagum. En það er ekki bara alltaf eitthvað svona þessi gangi hverju ári. Þú erum komað að líka svo gaman að geta tengt saman kynslóðum. Gaman fyrir krakkana að fá að sýna oftar en einu sinni. Er ég að glemma einhverju, Sigrún og Hörður? Ég veist það mjög gott hér. Nei, þetta er í grunninn það sem að ég punktaði niður og við svo sem sendum á milli okkar eftir fundinn. En svo líka því að talandi ungmennina, það náttúrulega var fulltrúi ungmennaráðsins líka, satt þarna með okkur og ég setti svolítið boltan á hann að hann myndi reyna með einhverjum móti næsta haust, tengja saman, að það er einhvers konar starf hjá ungmennum í gangi, að tengja saman við hvað sem að er Vítatorg eða Bólstaðli. Þannig að það góða hann boltan. Þetta er mjög skemmtilegt að fara þarna, það var postulínsmálun, þau voru mikið í postulínsmáluninni og það var að drífa spilin, það var svona grákvæðan hópur, ég ætla að segja þetta var svo huggulegt þarna og skemmtileg aðstæða, þannig að Ég þekki hennar sko, bara unga konu sem fer oft að vera í einhverju leirgerð með þeim sko. Ég heyri líka fólk sem fer inn í kaffi, það finnst mér, fint bakkelsi og kaffi og góðu verði. En það eigi þetta að vera samfélagi. Heldur borgarar. Þeir náttúrulega eru með Facebook síðu og auðlýsa en það er aftur bara, það þarf svona bara að vera svona fólk aftur sér að það megi fara að vinna og svona. Ég bara viðurkenni það að ég hef aldrei komið að vinna á það. Þú veit þetta. En hefur farið inn á önnur svona sendurisús? Nei. Hvert? Ég held að fólk, sko, það er svolítið vel auðvist í okkar hverfi, hvað er að gerast í samfélagshúsinu, leiðin og Aflagranda, það er svona. Já, þeim eru mjög virk líka. Allir að koma saman í einhverju. Þau eru með eitthvað sem kallar í skúrum, dæmið það ekki? Jú, ég held að það sé út á Granda. Þannig ekki á Það væri bara gaman að verða að gera eitthvað fyrir herramennina hérna í hverfinu. Það var svolítið sorglegt að nefnda þetta. Það var svona.
Þú er líka bara, af því að ég er líka búinn að funda með þessum aðlum út í Aflagranda. Það er bara svolítið forvindilegt fyrir þessa kannski 2 hópa sem þarna sátu, annars vegar í Vesturbænum og svo miðborgarhlíðum, að þeir myndu bara hittast og kasta saman einhverjum hugmyndum. Já, bara endilega. Einmitt. Eitthvað fleira í málunni hverfisins? Ég kannski bara með þennan þátt, þetta bara er eitthvað tök frá, ef eins og Hörður bent á að tengja saman Aflagranda og þetta, að velferðarsvið koma eitthvað inn í þetta með einhverju ráðgjöf, stýringu, þjónustu, ég bara svona, af því að eitthvað lítið fjármagn getur kannski gert mikið, ég veit það ekki, þess að leiða þetta einhvern veginn áfram. Því að þetta er ein veit eins og hann að leggja þetta til, stólum hvað heitir hann ungmennaráðinu sem mætir alltaf, hann Indriði. Þetta var Indriði sem var með. Já. Sanngjarnt að, ég veit ekki, kannski er þetta utan skóps að því að velferðarsviðið hvort er að hjálpa þessum hópi að einan annan átt, þetta var svona. Indriði er einmitt í skátunum með strákunum minni. Andum allar. Já, mjög. Hörður, þú með einhver komment þetta sem að Sigurður Þór segja? Ég veist bara starf bara hjá þessum hópi, hvort sem er eldri borgarar eða öðrum aðilum sem sækja þjónustu í samfélagshúsin. Við höfum bara verið að benda á þessar styrki sem hægt er að sækjum. Við, eins og bara á Vesturmiðstöð sem tengist velferðarsviði, við höfum ekki peninga til að deila í þetta. Ég veit ekki hvað velferðarráð, hvort að þeir eru eitthvað, ég efast um það. En þá eru aftur komin þessi dilemmu að borgin sem sækir styrk fyrir þennan eigin rekstur, sko. Já, algjörlega. Myndu standað verkefninu verða að sækja og svona. Fyrir aðra bara. Já, ég bara svona ekkert að ræða þetta líka, þetta svona einfaldar leið. Kannski má við setja sjálfboðaliðin frá hverjum ferðangur. Já. Þetta fólki kannski ég með eitt það er ekkert að vel að einhver tilgang. Ég kannski með eitt að það er ekki meira undir þessum lið. Þessast undir þessu málefni, að undir málefni hverfisins kannski. Já. Að bara ykkur til upplýsingar, þá er Vesturmiðstöð, skrifstofa Vesturmiðstöð sem var staðsett á Laugavegi, hún er flutt niður í Austurstræti 8-10, sem eru gömlu skrifstofurnar sem Alþingi var með, þarna við hliðin á American Bar og American Bar NASA. Þannig að þú ert og það er bara. Já, hjá NASA þetta. Já, þarna við hliðin á American Bar, þar sem Alþingi var með skrifstofun sínar og þetta er bara, alltaf eins og tala í dag, bara tímabundið með að verði farið í lagfæringar á húsnæðinu upp á Laugavegi. Já, þannig þið verðið þar áfram, þetta er bara tímabundið. Já, það er samningurum var útrunnin og það er ekki búið að endurnýja samningin og það er verið að vinna í því og ég vil ekki lofa neinu að segja neitt eða ákveða fyrir aðra hvernig það verður, en allavega hugmyndin er sú að húsnæði á Laugavegi verði tekið í gegn og við flytjum þangað aftur þegar samningar hafa verið undirritaðir í breyttu húsnæði. Ég veit ekki hvað ég get sagt meira, en við erum bara, eins og segja, núna staðsett þarna í Austurstræti, all flutt, klárum að flytja alla í síðustu viku. Við erum svona bara klára að tæma upp frá og koma okkur fyrir þarna. Þannig ef ykkur langar í heimsókn, þá er það velkomin. Takk fyrir það. Já. Ég er bara svona að hugsa með kaffi, því að maður svona hugsa að það var einfalt að lesa. Gætum við eitthvað hreyft við því máli? Ég hafði hugsað mér að heyra bara í þeim sem ég þekki hjá velferðar. Já, ég sé að það eru svona einhverju. Flott, vístu það. Eitthvað fleira undir málefni hverfisins? Já, ég vil nokkur atriði. Já, hvernig að? Eitt í einu. Fyrsta atriði sem ég hef tæft á áður, sem er framkvæmdin þarna horfni Nóatúns og Laugavegs. Og svona ár síðan að ég sendi okkur myndi þar sem það var búið að þrengja þess Nóatúns hluta. Og þau fengu leyfi þannig áramótin, þannig að það er áfram, en nú er búið að taka inn aðgerðina á Laugaveginu. Og ég svona keyri þarna reglulega að þetta er svona mín leið út úr Norðurmýna sem ég bý. Og það er
þetta einhver, en þetta eiginlega bara alveg geymslusvæði, þeir nota þetta ekki, sko. Ég velti fyrir mig hvort þetta sé innan þess ramma sem hvort það er leyfið við þessu. Ég þykir samt lefsa þegar það er ákveðið að taka henni akrein. Þetta verulega harmlandi fyrir umferðina hana og flækirinn líka fyrir sko gangandi. Þannig að ég ætla að svona brauna þetta ráðsett hvort getum einhvern veginn spurst fyrir það hvort þetta tímabundið. Þetta að hafa áhrif á umferðin út úr Hlíðahverfinu inn að Laugavegi. Þeir sem eru að koma frá Þórunn og Túni og þá áttina. Þannig að ég veit ekki hvort við getum eitthvað sammælt það eða beinti til formans að gera fyrirspurn eða... Senduðu ekki einhvern fyrirspurn með þetta? Jú, en það var tengt sko, þá var ljóst að það er nýbúin að fá leið fyrir að sko viðhalda Nóatúnsflutunum. En nú er komin sko Laugavegs sem var ekki í því leiði sem að... Við getum flett í Og það sem við þurfum náttúrulega að gera eitthvað þannig er að hafa mál á dagskrá, sko. Ok. Þú er óskjöftin til að tekja dagskrá á næsta fundi sem er þá að tilkynni á eftir. Þau verðum ákvæmstfundi það? Það er undir ykkur komið. Þið eruð alltaf hvað? Fjórða og fimmtudag í mánuði? Ég myndi frekar vilja hafa ákvæmstfund, sko. Annars kom svo langt inn í... Fyrsti fimmtudagur er 1. ágúst, 1, 2, 3, 4. er þá 22. Já, ég ætti það... Af því að ágúst er svolítið langur. Það er alveg... Já. Mér þykir einhvern veginn langt að taka pásu fram í sko lok september. Eða ekki? Ég held að það eftir 1. ágúst, þannig að... Ég spurði bara hvort þið viljið vera 22., 29. eða fara yfir í ágúst. Það er alveg hægt að fresta þeim ágústfundinum raunverulega að fá að sig fram í mánaðamót og hafa svo bara afturfund í lok september. Þannig þið ráðið í rauninni bara... Er ekki fínt að halda okkur við 4. og 5. ágústmánuð? Ég bara... Hvaða dagsetningar? Er það fyrir menningarnótt? Ég langar að óska hvort þið sé hægt að hafa hana fund á... Þetta er fyrir menningarnótt, og þið svo 24. Þið er hægt að hafa með den 21. Því ég bara er fjarverandi 22. Það eru nefnilega, sko, er ekki Vesturbæn þá eða áalega og... Jú, það eru aðrir fundir þannig. Já, það er færa. Það er sko 50 dagana. Já. Það er þá 29. Það er svo frekar. Já. Ég er hlutlaus. Ég er líka, ég er ekki hlutlaus hann. 29. henda mér. Er það negla það eða er einhver mót? Já, mér finnst þetta eftir menningar, þá svona er komið haust. Ok. Íbúinni miðborg. Ég myndi ekki það er. Ok, ef að negla það þá. 29. Takk fyrir það. Þá ég er búinn að skrifa til hjá mér að þú ætlar að hafa þetta á dagskrá. Þá. Ég er með nokkra punkta í viðbót, nokkuð mál í viðbót. Ok. Og ég hefði... Það er eðlilegast að setja svona mál á dagskrá fundana, svo að fólk getur kynnt sér gögn málsins fyrirfram. Áttu þið þá atriði sem ég er með eða? Já, nú er ég í rauninu bara að ræða mál því að oft eru þetta verið svona utan skóp sem það er rætt að taka þetta innan þessa liða sko, en engin... Já, hefði ekki hyggju að sko bóka gera neitt við málið, þá er svo alltaf að spjalla undir þessum lið, en það er eðlilegt svo allir geti sett sig inn í, þú veist, ef þú er með mál sem fólk vill kynna sér kannski og taka þátt í umræðinni, að þá svona... Já, ég er með 2 efnislega atriði og hann hittir svona kannski meira spjall, þannig að ég get að komið á dagskrá en þú ræður í svona vissalegast. Já, ekkert mál. Oft getur þannig að ef fólk vill spjalla það til upplýsingar þá er þetta ekki þarna, en ef við viljum gera eitthvað með málið, sko, þá þarf að vera það. Við getum bara að heyra hvað ykkur finnst, en þetta kannski tengist í sem að Hörður eru að stýra þessu tengingum milli aðalega. 29. maí síðastliðinn var Valur Íslandsmeistur körfubolta. Það fór ekkert fram neinu sem bjóður Hlíðum og Nómir og miðborg. Og mér finnst það galið persónulega að félag sem vill vinna með fólki og vill fá fólki með sér gerir þetta ítrekkað. Og við getum svona 4 eða 3 listendur til þessum þetta félag og ég ber mikla vinningu fyrir Val og mikil valsverðsöldur. En mér finnst ekki mjög óvalið, þannig að mér líklega myndi bara taka þetta upp það efnislega þegar við beint til Vals að það verður bara síðaskipti.
slett með mig, ég get vaknað og sofnað aftur, en fólk sem býr í næsta húsi á hundar og dýr, þetta er bara óbáðulegt í dag. Já, bara fögnuðurinn eitthvað. Já, bara halda upp á, ég mun klukkan 1 á nóttu þá bara regnar fram tífólubómurnar og sprengjur og svona. Já, flugeldasýning klukkan 1 á nóttu, 10 mínútur klukkan 1, 2009, þá var bara flugeldasýning. Var það á veg að finna? Já. Út á velli bara? Já, það var fyrir fram að fjósi, það var ekki allir, það var ekki að staðum. Ég hef reynt að ná ítrekka að ná í framkvæmdastjóra félagsins, en ég hef ekki náði því að bara sem fer fyrir að hönd þessar íbúðarsamninga, þá er þetta bara ekki boðlegt í dag við séum. Við fórum í gegnum svona viðburð 8. janúar síðastliðinn, þegar forsetaframbjóðandi hætti svo við. Ég man eftir þessu sprengju, ég vissi ekki að það væri vel. Þetta er bara ekki í lagi í dag. Nei, þetta er ekki í lagi. Því að fólk bara með dýr, þetta er bara... Já, ég er bara börn að vatna. Við getum sett það á dagskrá, sko, ef þú vilt. Já, því ég bara, mér langar svo þessi beint í gegnum þá þannig kanal sem Hörður er að halda utanum. Við höfum verið að hitta, það er einhver mánuð sem ég hitti Val og við fórum á fund. Þannig að ef menn alltaf láta taka þess alvarlega, þá hljótum við að gera guðum að menn svona, þetta er svona að fagna, ekki miskilið. Nei, ég er alveg að tengja við, bara svona upplýsingarskylda. Já, það er bara, þú mátt ekki hafa fljóðlistum, þetta er bara skipt í lögum. Já, ég sé að þetta sækja leyfi líka, kannski að láta bara vita. Það er ekki svo gott að láta. Já, halvveitt á nóttinu er óþægilegt, það eru öll sofandi. Þetta er reglugerðin skotelda, ég er ekki lágamaður en hann. Já, ég sé þetta staðið. Þannig ég er svona bara eitt sem er kannski bara forvitnast, af því að byggast þannig að ég er ekki inn í þessi varðandi rútuumferð, hefur eitthvað frestað því? Rútuumferðarmálin? Já. Sko, það er meira eftir að fund sem vorum á. Nei, en það var talað um eitthvað yrði annað fundur og já, við fengum bréfum að kynna skýrsluna og við yrðum látið vita. Já, en það er ekkert meira en það var engin dagsýning. Eftir að fund sem vorum með að Hallgrímskirkju. Fjórði punkturinn sem ég ætla að koma með, það er nefnilega bara, þetta var alveg rætt á í 2 eða 4 fundir síðan, það var að ræða hreinsun Reykjavíkur. Já, alveg. Og ég held ég flest allir hefur þetta bara viti hvað ég geri. Ég vinn með að sína ferðalögum Reykjavík og landið. Og það er ekki svo dagur sem að Reykjavík bestu tal að sem við fáum hrós að borgin er snyrtileg. Þetta er sem ég sagði og ég var í miklu minni hluta. Ég hárið upp á það. En þannig að mér finnst bara verðt að koma við því að það er ennþá dagar fólk að ferðuna í spilakaffi, það er fyrsta. Borgin er rosalega hrein og fín. Ég reyndar sko, ég get ekki séð Reykjavík sömu augum eftir að hafa komið heim frá Ningbo, Stein. Sem litla háskólabæ. Litla 9 milljón manna háskólabæ. Þar sem ég sá ekki sko stakt rusl á jörðinni sko í 3 vikur og ég sá eina brotna gangstöðuhellu. En það er kannski aðeins annar punktur. Og mér finnst verðt að koma það því að... Þetta er nefnilega bottom line, það er annar punktur. Já. Það er málið. Okkur. Gaman að hérna útlendingar sjáu að borgin sé svona hrein. Já. Ég tók mynd hérna, gott það var ekki á mánudaginn þegar ég var að labba í vinnuna kl. 6:30 morgun því ég gott eða vakandi í 6 klukkutíma eftir að koma heim frá Kína. Hérna, þá sá ég svona lítinn hreinsibíl vera upp á Stefán. Ég veit að hann er í íbúðartökum með okkur og Guðjón sem hreinsa Reykjavíkurgötu og það er heilmikið. Já, ég sé hann afstörfum talega hann. Já, hann alltaf hjálpa mikið til. En ég tekur undir mér, auðvitað má alltaf gera betur en mér finnst borgin mjög falleg og falleg blómin. Ég nýtt þess að ganga ekki gegn, auðvitað er ekki alltaf fullkomið en margt mjög falleg. En ég ætla líka að segja það að ég hvet íbúa til að senda ábendingarbréfin. Það er mjög auðvelt og hann leiðir mann alveg áfram og ég hvet íbúa til að nota hann og ég hef sjálf notað hann og ég ætla bara að segja að ég er bara hissa að virka mjög vel. Ég er búið hissa á ánað. Já, þú veist, ég ætla ekki að segja neikvæmt en þú veist, já, hann virkar mjög vel. Þú þetta líka, segja á... Já, og ég sko áttaði eftir að borgarstjórinn svaraði sjálfur sem ég fagnaði mjög mikið. Ég var það með frábært hjá henni, með Klambratúni. En þetta gerir svo mikið á Íslandi. Þú veist, fólk er að kvarta og byrjar á Facebook en leitar ekki rétt að leiða. Þannig að það þarf svolítið að benda og reyna að draga þau með okkur. Talið við gáttum að því hún svarar.
Og þau svöruðu strax. Og það finnst mér ég er að horfa á mitt hlutverk í íbúðarsamtökunum að það komi svo virkja þau öll með og setja þetta í réttan kann. Ég ætla að segja að þessi eitthvað, fólk veit ekki alveg hvert á að snúa sig. Hvetja líka þegar það eru þessar göngur í hverfið, það er reyna að draga þau með. Því að það er búið að stutt í kvart frá Íslendingum almennt. Já. Og láta gera fyrir mig. Vera virkur íbúð og reyna að segja. Þú ert ágætt. Þú hefur þó sannarlega verið þú ert virk. Ég bara tóku þessu alvarlega. Ég er alltaf fædd á uppalinn hérna, sko. Þannig að ég bara tekið þetta mjög alvarlega. Það skapstu. Bara borgarlega skilda. Erum við með eitthvað fleira undir málum hverfis? Við erum bara misborgin hrein og falleg. Og ef eitthvað sendið á ábendinguna. Og svo rusl, hættu þau. Já, það er líka, ég hreinsa ekki með frá húsinu mínu og rennusteinum og allt. Ég ger það ekki. Þannig að ég ger það. En það sem finnst mér sem er hreinsungatna, finnst mér ægileg sorglegt þegar bílarnir, ég ætla bara að segja, við höfum bara segið þetta áður, að fá að setja skilti og koma og taka staðinn og þá þarf ég sjálf að móka alla rennusteinum. Ég móka allt hjá mér. Halleluja, gerðið það. Við höfum rætt þetta. Það stæði mitt, sko, þú veist, núna voru þeir göttuna og voru að leggja nýtt malbygg. Ef þið tekst þetta, að hreinsa göttuna, leggja malbygg, geta að hreinsa göttuna og svo. En það gera það. Já. Þeir hreinsa bara alveg, mér finnst hlíðarnar alveg óskaplega vel hreinsa. Og skipulagið hjá þeim, þegar voru að undirbúa malbyggið, alveg frábært. Og eitt í viðbót þeim á, það eru þessar framkvæmdir við gatnamótin, Kringlumýrarbraut. Það er búið að standa fallegasta umferðarskilti sem ég sé. Það er einhver mynd af barni sem biður okkur að aka varlega af því að pabbi minn vinnur hér. Og þetta hefur miklu verið áhrif. Ég var alveg með barnabörnin í bílum, heldur en hérna einhver stopp, hægða á þeir skipun. Þetta var bara svona blíðilegt, fallegt. Pabbi minn og mamma er að vinna. Í Bandaríkjunum þar sá ég við vegavinnu, þar voru skilti, sko, það sem stóð hit a worker, fine $50,000. Það er herri settir fyrir að keyra á fólk sem vinnur gant. En, þú verður komin út fyrir efni. Var eitthvað sem þið ætlum að bóka að gera? Ekki ég ætla bara að leggja það fyrir næsta fund. Á næsta fundi, já, ok. Ok, má ég loka þessum lið? Herðu, þá eigum við eftir, sem sagt, við erum að loka fundinum þá. Já, þá er, sem sagt, þá kveðjum við útsendinguna. Já, takk til þeirra sem að fylgjast með síðar. Ungmennuna. Nei, ég og hinn. Já, svo er þetta ungmennin sem munir framkvæða. Þá ætlum ég bara að kveðja ykkur líka. Ok, takk fyrir. Njótið sumarsins, það er alveg að detta.